Leyndardómur skápsins. Eitthvað stórt, rautt og reitt fyllti út í dyrnar. Þetta var hinn ógnvekjandi Malísa. Ó, ungfrú Malísa, góðan dag, mikið var gott að við hittum yður. Hvað áttu við? Ég og við að við vorum að koma frá Sarató rétt í þessu og hann sagðist ekki vilja neitt morgunkaffi núna. Ekkert morgunkaffi? Já, en hann sagði... Já, það var einmitt það sem hann sagði, en hann var með sápu upp í sér, svo að það heyrðist ógreinilega, en við skildum undir eins hvað hann átti við, ekki svo? Þið virðist vera alveg galnir víkið til hliðar. Jú, hugsaðu þér, honum finnst hann sé að verða allt og þrekvaxinn og nú ætlar hann að fara í megrun. Það er sérstaklega nefið sem er afskaplega digurt. Hvaða þvæla? Hverjir eru þið með leyfi að spyrja? Því miður, ungfrú Malísa, þú mátt alls ekki spyrja því. En komdu nú með okkur, þá skulum við sýna þér dálítið skemmtilegt. Nei, hvað er að sjá þetta? Æ, Hedvík, hér kemur nýji lífvörðurinn Sarató. Komdu nú með, því hér verður mikið að vera. Ungfrú Malísa líka. Já, við segjum það þá. Hvernig í ósköpunum? Hættu þessum fugsagangi, Hedvík, og komdu með okkur. Það er eins satt og það er sagt að nú verður eitthvað að vera hérna. Þetta má ekki snerta. Það er nú einmitt það sem við ætlum okkur að gera núna. Við höfum enga lykla. Það þarf ekki. Erum við ekki nýbúnir að borða kraftanhetur? Það er bara að taka í handfangið og kippa að sér. Sleppi mér út, endemis afglaparnir ykkar. Hæ, þið þarna, hæ. Þetta var skemmtilegt. Við verðum að halda það hátíðlegt. Ég hleyp eftir berjasafa. Það var farið með fullar körfur af bollum og berjasafa niður í garð. Þeir sem uppi voru hlupu milli búrs og glugga og bættu við byrðirnar. Mér hefur alltaf langað til að stjórna svona farartæki. Það bar ekki á öðru en Malísa væri reglulega duglegur flugmaður. Og síðan föðmuðust allir og kysstust á ný.
Margar af gömlu styttunum voru fornvinir Gork og Kvinter og voru hinnu glöðust yfir því að fá að hittast aftur. Hvernig hefur þetta eiginlega átt sér stað? Og Gork fór að segja frá, meðan hinir settust í kringum hann í grasið. Þegar Gork kom að því hvernig þeir földust undir rúminn hans Helmes, hrópaði einn varðfuglana. Ója, þvílíkir grislingar undir rúminu mínu og ég sem hljóp mig allan skakkan og skældan við að ná ykkur. Allir hlógu. Fyrirgefðu góði Helmur, okkur fellur vel við þig og hefðum alls ekki leikið á þig ef það væri ekki vegna þess að við vildum ekki láta taka okkur fasta og verða fyrir álögum. Já, ég skil það og nú finnst mér að verða að taka enda í eitt skipti fyrir öll. Mér hefur aldrei fallið við þessi töfrabröð með stytturnar. Ætli nokkurum hafi gert það, þeir sem voru ánæðir rétt upp hönd. Gott, á ákveðum við að hér verði engum göldurum beitt framar. Bravo, 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 hrópuðu allir þangað til Gork sagði hæglátlega. Eigum við eftir vill að segja Zarathóða líka, hver vill gera það? Það sló þögn á hópinn. Þó sérkynlegt mætti teljast, þá höfðu allir gleymt Zarathó. Hann var þó vissulega enn í bakkerinu sínu, en hvað sem því leið, það dofnaði yfir hópnum. Eitthvað verður til bragðs að taka. Ekki getum við skilað hann eftir í baðkerinu til eilífðarnóns.